Hvers vegna festast orðin ekki? Ég heiti Kolbeinn Sigurjónsson og er ráðgjafi hjá Betra nám og í dag ætla ég að hjálpa þér að skilja betur hvað liggur að baki staförglingi og lestrarörðuleikum. Fyrst er gott að þekkja þessi helstu einkenni og bara átta þig á því hvort þú tengir við þau. Fyrst bara nefna staförgling og slíkt. Ruglast barnið eitt ástöfum. Þarf það að hugsa sig þegar sér staf, speglar það eða blandar það þessu bara saman. Þetta gerist líka fyrir orðin sjálf. Þú kannast kannski við það stundum að stundum les barnið orði rétt í einni línu en ekki þeirri næstu eða næstu blaðsíðu. Lesturinn sjálfur getur verið svona hægur eða hikandi, jafnvel ágiskanir og þessu fylgir náttúrulega svolítil áreynsla líka, þannig að úthaldið er oft ekki mikið og jafnvel bara mótþrói. Erfiðleika þegar kemur að því að lesa heima. En hvað er að gerast þarna? Því að stundum er eins og brúin á milli þess að sjá bókstaf eða orð og að skilja það sé jafnvel ekki til staðar. Hérna erum við að tala orð sem orðmynd. Orðmynd er útlit orðsins. Þannig að þetta er spurningu það hversu langan tíma tekur eiginlega barnið að kveikja á perunni, kannast við orðið. Þegar við horfum á þrívíða hluti eins og bara epli eða banana þá kveikjum við strax á perunni. Barnið þarf ekkert að hugsa sig það bara veit hvað þetta er. Það er líka markmiðið í lestri að við horfum á orð og við berum samstundis kennslu á það. Þetta er kallað umskráning. Hún er annarkvort sjálfvirk eða ekki, það er að segja ferlið frá því að horfum á texta, hugtak og vitum hvað við ætlum að segja. Þannig að það liggur svolítið í því hvort að svarið liggur í undirvitundinni, þá getum við svara strax á þess að hugsa, meðvitað, eða við þurfum annars að brjóta heilan hvað stendur hana. Þannig að við erum að sjá sjálfvirka umskráningu sem er auðveld og eldsnögg og það sem ég kalla vanvirka umskráningu sem er erfið, það sem barnið hikar þegar sér orðið, óvissan tekur yfir, hik, óöryggi, stundum ágiskanir ef að barnið vill ekki brjóta heilana, hefur ekki orku í það, þannig að orkan fer allir í úrvinnsluna hér. Á meðan hún er sjálfvirk þá erum við að tala miklu betra flæði, lesturinn rennir miklu betur, hann er auðveldari, barnið getur lesið lengur og svo framvegis. Markmiðið er að nemandi þekki auðvitað eins mörg orð og kostur er, miðað við bara aldur og þroska, eins og páfagaukur, sem sagt, á sjálfstýringu. Hægur eða hikandi lestur er að samaskapa þá vísbendingu jafnvel einhverja undirliggjandi erfiðleika. Og hafðu í huga að þessir erfiðleika geta tengst einu staf en ekki þeim næsta, eða einu hugtaki og ekki því næsta. Þetta er mismunandi. Hvað var það lesskilningin? Að þá er stund þannig að þegar umskráningin gengur hægt eða illa, að þá rofnar svolítið samhengi sögunar. Það er hægt á því. Þannig að miðað við myndina í huga barnsins sem er kannski sögu þráðurinn, að þá mætti líka við það að það sjái stök púsl fremur en heildarmyndina. Þannig að það verður erfitt að skilja hvað er að gerast. Hæg umskráning í þessu samhengi, þá er ég að tala hljóðun. Hljóðun er það þegar við erum að lesa orðið í staðan fyrir að bera beint kennslu á það, þá lesum við það með því að tengja saman hljóðstafana. Og það gerum við þegar orðmyndin er ekki þekkt. Þannig að þegar barnið les miklu hægar en það talar, þá er að hljóða sig hugtökin, þá vitum við að orðmyndin hefur ekki fest sig í sessi. Og auðvitað eru sum orð erfiðar en önnur eins og gengur. En stundum er mynstur í gangi, eins og til dæmis það að myndlaus hugtök, þau sem skapa ekki mynd í huga barnsins, er oft erfiðari og tekur lengri tíma að síast inn. Það má lýsa þannig að sjónrænir hluti hugans eiginlega frýs þegar hann sér ekki orði fyrir sér. Þannig að sjónræn orði eins og hlutir, hús, tré, hlaupa, eitthvað sem barnið þekki vel, festast fyrr og þau ná fyrr tökum að þau lesa þessu orð, heldur en jafnvel smáorð sem hafa óljósa merkingu. Í öðrum bekk er það svo að þessi sjónræni orðaforði, hugtökin sem barnið þekkir bara eins og páfagaukur, leið og sér það, hann stækkar mjög hratt. Alla jafna, en ekki alltaf. Stundum eru erfiðleikar undirliggjandi í gangi eða jafnvel lesblinda sem við vitum ekki af á þeim tímapunkti.
Og þá komum við að þessu hugtaki sem við kallum skynvillu. Það er þegar óvissa skapast vegna bókstafs eða hugtaks og þetta er raunverulega ósjárátt viðbragð við óvissu. Umskráningin er þá ekki sjálfvirk, það eru einhverjir hnökrar í gangi og við sjáum þá þessi yfirborðseinkenni eins og hik, óvissu eða ágiskana sem ég hef verið að tala um. Skynvilla getur á sér stað í ýmsum aðstæðum. Þetta getur verið einfallega bara það og finnur ekki lyklana eða finnur ekki símaðinn. Skynvilla er það þegar við uppgötum óvissuna og heilinn fer ósjárátt í þennan ham að eyða óvissunni. Þannig að þegar við vitum svarið, eins og 5 + 5 eru 10, ég þarf ekki að reikna, þá er engin skynvilla. 5 × 5 eru 25 og ég þarf ekki skynvillu. Þannig að skynvilla er ekki bara alls slæm, hún er bara ósjárátt viðbragð sem er bara gott og hjálpar okkur að eyða óvissunni. Hins vegar 17 + 18, það kemur kannski ekki strax, ekki ósjárátt og ég þarf að brjóta heilann til að finna svarið. Þegar þetta gerist í texta, þá erum við hins vegar að sjá þess að hnökra því að auðvitað er æskilegt að barnið þekki öll tákn, alla hástafi, alla lágstafi, öll greinamerki, eins og páfagaukur, eins og ég segi. Og því fleiri orð sem nemandi þekkir, án þess að hika eða brjóta heilann, sem sagt beita skynvillu, þeim mun fyrr kemst lesturinn á skrið. Þannig að afleiðingar af skynvillu, það getur verið gott að þekkja það svolítið, að er að nefnurhraðinn, tíminn sem líður frá því að nemandinn sér orðið, þar til hann getur sagt það, fer niður, verður slakur. Viðbragðstíminn er slakur. Þannig að úthald og athygli minnka þá líka því að athyglin fer inn á við, eins og maður segja, heilabrot kostað okkur það. Í staðin fyrir að fylgjast með sem við gerist í textanum, þá eru farin að brjóta heilanum eitthvað. Þannig að brestir í lestrinum geta kveikt á skynvillu. Tákn eins og bókstafir, tölustafir jafnvel, greinamerki og ekki síst bara hugtök eru þá það sem við köllum kveikjur. Kveikja er eitthvað sem getur kveikt á þessu hugarástandi sem skynvillan er. Og þess vegna skiptir svo miklu máli að finna þessa bresti, reyna að laga þá og þá sjáum við framfarinnar. Þannig að skref í rétta átt felst í því að vera meðvitari brestina og leggja áherslu á nákvæmni. Hraðinn kemur síðar, nákvæmni fyrst, hraði svo og flýta sér þess vegna hægt, forðast ágiskanir og eitthvað slíkt. Það getur verið mjög gott í lestrinum ef þeir eru að lesa heima að leyfa barninu, ef það lendir á eitthvað sem það þarf að hugsa sig að gera það kannski 3 til 5 sekúndur að hámarki. Því að ef barnið getur ekki lesið orð segjum eftir 3 sekúndur, þá er það að kosta mjög mikla orku og það mun bara draga lesturinn niður á við. Þá getur verið betra að segja pass og foreldri getur þá lesið orðið fyrir barnið og láta jafnvel barnið endurtaka á eftir. Sem sagt, hugsa fyrst og tala svo. Og hljóðun er náttúrulega útbreidd kennsluaðferð og mjög góð sem slík, en það getur verið svolítið hættulegt að festast í henni. Þannig að það getur verið betra að leyfa barninu bara að hugsa fyrst og tala svo, þá meina ég ekki hljóða, heldur frekar að brjóta heilann bara í hljóði og segja svo orðið upphátt eins og við tölum, reyna að ýta undir það að fara að nefna orðið. Þannig að það skiptir máli að reyna að vera svolítið viss í þessu, að læra að þekkja brestina sem orsaka skynvillu. Við sjáum líka ýmist einkenni eins og óróa, jafnvel mótþróa, augnhreyfingar svona út á suður, ekki bara á blaðsíðunni, heldur bara út herbergið og nemandinn er jafnvel ofta á yði og erfitt með að sitja kjur þegar þetta ástand varir. Það sem getur líka haft áhrif, burtséð frá lesblindu, það er ekki endilega að vera lesblinda, er kannski texti sem er of smár, línubil þétt, þannig að fyrir suma þá bara þyrmir yfir að þegar við það að opna bók. Og þess vegna kemur þessi forðun. Gallinn við þetta er að nemandi þarf stundum að lesa niður fyrir sig til fyrir að léttari texta og það getur verið mjög erfitt að viðhalda áhuga þannig þegar textin er orðinn of léttur og bara höfðar ekki lengur til aldurs og áhuga. Þannig að nákvæmni og viðbragð skiptir máli. Viðbragðið skiptir gríðarlegu máli, það segir okkur svo mikið. Þannig að það getur verið breytilegt á milli staka, hafði í huga að viðbragðstími á milli bókstafa getur verið mjög breytilegur og líka viðbragðstími sem tekur að kveikja perunni með hugtök. Þannig að meiri lestur er ekki alltaf það sem þarf, hann er oft ekki að laga neitt. Meiri lestur, að æfa sig, er mikilvægt
og það virkar náttúrulega best þegar lesturinn og grunnurinn bara í lagi. Þá eru framfærna bara eftir því. En þegar grunnurinn brotinn, þá virkar ofta ekki bara meiri lestur og það eitthvað sem þarf að laga þarna í grunninum sjálfum. En ég vil þakka fyrir bili, ég vona að þetta hefði varpað eilitlu ljósi á þetta. Þeir velkomið að senda mér tölvupóst á póstfangið sem hérna, kolbeinn@betranám, eða kíkja á vefsíðuna fyrir nánari upplýsingar. En gangi ykkur vel.